rektor, fyrrverandi rektor og aðrir góðir áheyrendur. Velkomin öll til að hlýða á fyrsta fyrirlestur í fyrirlestraröð sem við kallum vísindi á mannamáli. Lífvísindasetur heilbrigðisvísindasviðs og líffræðistofa verkfræði- og náttúruvísindasviðs eiga frumkvæði að fyrirlestraröðinni. Það á mjög vel við að Jórunn Erla Eyfjörð, prófessor, hefji röðina með fyrirlestri brjóstakrabbamein á Íslandi og leitina að bættri meðferð. Jórunn Erla lauk doktorsprófi í sameindaerfðafræði frá Háskólanum í Sussex í Bretlandi árið 1976 og hóf fljótlega eftir það kennslu við Háskóla Íslands og hún var prófessor við læknadeild árið 2005. Frá árinu 1988 hefur Jórunn stýrt erfðafræðirannsóknum sem voru lengst af til húsa hjá Krabbameinsfélaginu á rannsóknastofu í sameinda- og frumulíffræði, en flutti síðar í húsnæði Lífvísindaseturs í Læknagarði hjá Háskóla Íslands. Eftir Jórunni liggur fjöldi vísindagreina í mörgum af virtustu vísindatímaritum heims. En Jórunn hefur einnig tekið virkan þátt í stjórnunarstörfum innan Háskóla Íslands og setið í fagráðum einnig erlendis hjá erlendum vísindaakademíum. Og gjörðu svo vel, Jórunn. Þakka kærlega fyrir Inga, rektor, aðrir góðir gestir. Það mikil heiður fyrir mig að hefja þessa fyrirlestraröð, vísindi á mannamáli, en þetta líka dálítið erfitt. Þetta er sem sagt eitthvað sem að verður að vanda. Það ekki auðvelt að koma þessu skiltanlega frá sér og við skulum sjá hvort að mér tekst það. En eins og við komum fram að þá ætla ég að fara að fjalla brjóstakrabbamein og það líka heiður að fá að gera það í þessum mánuði. Í októbermánuði. En flestir vita að brjóstakrabbamein algengasta krabbamein meðal kvenna á Íslandi eins og á öðrum Vesturlöndum. Færri vita að þetta greinist líka í körlum og það sé miklu sjaldgæfara. Og það hefur aukist nýgengi á þessum sjúkdómi en á móti kemur að sjúkdómshorfur hafa batnað og flestir þeir sem greinast með sjúkdóminn, þeir læknast. Sem auðvitað mjög jákvætt, en það samt hluti þeirra sem greinast sem að fá mjög illvígan sjúkdóm og sem að svara ekki þeirri meðferð sem í boði. Og þess vegna, og það kannski forsenda fyrir því sem að ég hef verið að vinna við undanfarin ár, það mikilvægt að skoða hvers vegna þetta og hvort að það sé hægt að einhvern hátt að bæta úr. Nú, flest krabbamein eru ekki ættgeng eða ættlæg, en hins vegar er aukin áhætta á brjóstakrabbameini og fleiri tegundu krabbameina í báðum kynjum meðal arfbera stökkbreytinga í ákveðnum genum og ég hef talið þarna upp kannski þau helstu. Þetta ekki tæmandi listi, en þetta eru kannski þau sem vega þyngst og þá ætla ég að reyna að útskýra svona forsendur hvernig þetta hangi saman sem ég ætla að tala að ég ætla að tala viðgerð og krabbamein, viðgerð á erfðaefninu og krabbamein. Og það þetta staðhæfa að þessi áhættu gen sem ég nefndi áðan, að þau tengjast öll á einhvern hátt DNA viðgerð eða viðbrögðum við áreiti. Erfðaefni verður semst fyrir ýmiss konar skemmdum, þau verður fyrir áreiti og umhverfisáhrifum og reyndar innri áhrifum líka, en það sem sagt þarna gallar í þeim viðbrögðum í þessum áhættugenum að tengist því. En það sama á við mörg þeirra gena sem að eru stökkbreytt eða hafa brenglaða virkni í æxlisvef og þá erum við að tala breytingar sem sagt með áunnar sem verða í líkamsvefjum eftir við fæðumst. Og þess vegna eru þessi viðgerðarkerfi mjög mikilvæg og þau þurfa að vera virk í öllum frumum alltaf og þeirra eru mjög sérhæfð, önnur hafa mjög víðtækt hlutverk. Þau
þau eru vel varðveitt í þróun alveg frá bakteríum til manna sem bendir til þess að þetta sé eitthvað sem skiptir verulega miklu máli. Og þetta er líka komið betur og betur í ljós, sem sagt mikilvægi með tillit til krabbameina. Og hvað þá með sértæka meðferð? Get ég sagt eitthvað það mál? Það eitt af því sem að menn hafa reynt að nota í tengslum við þetta er að beina meðferðina að veikleikum í krabbameinum. Nýta þá upplýsingar sem við höfum hvernig krabbamein myndast og beina veikleika, til dæmis þar sem eru gallar í viðgerð. En til þess að þetta takist, þá þurfum við að rannsaka og reyna að skilja hvernig krabbamein myndast, hvað fer úrskeiðis þegar krabbamein myndast. Það hefur mjög mikið áunnist á síðust árum og það er alveg ótrúlega mikið upplýsingum sem hefur safnast. En málið er mjög flókið og það er mjög mörgu ósvarað. Þannig að það er nóg rannsóknar viðfangsefni fyrir alla okkar nemendur. Brjóstakrabbamein og erfðir, þá vega þyngst stökkbreytingar í þessum BRCA-genum. Og það er BRCA1 og BRCA2 og bæði tengjast þess að brjóstakrabbameinsáhættu, BRCA1 tengist líka áhættu í eggjastokkum og svo er BRCA2 stökkbreytingarnar tengjast krabbameini bæði í konum og körlum og svo tengjast það líka blöðruhálskirtilskrabbameinum og briskrabbameinum og fleiri krabbameinum reyndar. En það er mjög mikil fjöldi stökkbreytinga í þessum genum sem hefur verið greindur í heiminum og sumar eru algengar tiltölulega, aðrar mjög sjaldgæfar. En margar þessar breytingar eru mjög gamlar, þær eru fornar, þær hafa verið með mannkyninu kannski í mörg þúsund ár, sem sömu stökkbreytingarnar. Nú bæði þessi gen eru skilgreind sem æxlisbæligen. Og þau eru líka skilgreind sem DNA-viðgerðargen. Æxlisbæligen segir þá að það hafa eitthvað með það að bæla krabbamein, frekar heldur en þetta séu krabbameinsgen sem eru oftast talað þau sem krabbameinsgen. Þau gegna, þessar prótínafurðirnar gegna margvíslegum hlutverkum og sérstaklega er BRCA1 mjög fjölhæft, en það sem ég hef sérstaklega lagt áherslu á hérna í sambandi við BRCA2 að það gegnir hlutverki við viðgerð á tvíþátta DNA-brotum, þar að segja brotum af báðum þáttum DNA-helixins sem eru mjög alvarlegar skemmdir og þarna er þess að þetta er það hlutverk kannski sem við höfum hort mest á í sambandi við BRCA2 en það gegnir svo sannarlega mörgum öðrum hlutverkum líka og ég mun koma aðeins að því. Nú við erum öll með 2 eintök af þessum merkilegu genum og þau ákvarða prótein sem eru mikilvæg í frumustarfsemi og vinna eins og ég var búin að segja gegn æxlismyndun. Og þeir sem hafa eitt stökkbreytt eintak, annarkvort af BRCA1 eða BRCA2, þeir eru alveg eðlilegir að öllu leyti nema að þeir eru í aukinni áhættu að fá ákveðin krabbamein. Þannig þetta er sem sagt þetta er eitthvað sem kemur ekki að sök nema við einhverjar sérstakar aðstæður. Nú, Marie Claire King var fyrstist að staðsetja svona gen, BRCA1 sem hún staðsetti á litningi númer 17 og þetta var 1990 og hún hafði verið að rannsaka fjölskyldur þar sem brjósta og eggjastokka krabbamein eru algeng og hún gaf þessu ágæta geni nafn. Og genið var svo einangrað og staðsett 1994, þannig að það hefur verið mjög mikið, það er 20 ára ártíð, þannig að það er mjög mikið fjallað einmitt þetta núna á þessu ári. Svo var BRCA2 genið staðsett og það var einangrað rúmu ári síðar og það var staðsett á litningi númer 13. Og á Íslandi að þá eru þekktar 3 sjaldgæfar breytingar í BRCA1 geninu. Svo er ein breyting sem er tengd brjóstakrabbameini sem hefur fundist í BRCA2 sem er þessi BRCA2
BRCA2-99del5, þetta semst úrfelling af 5 bösum í geninu og þessi breyting aðeins algengari heldur en hina breytingarnar, greinist í 67% kvenna sem fá sjúkdóminn og yfir 30% karla. Og nú erum við að tala mjög sjaldgæfan sjúkdóm en sem sagt það ansi stór hluti þeirra á Íslandi sem að þeirra fáu sem hafa greinst, getum sagt svo. Og svo þetta einnig finnst í tæplega 2% þeirra karla sem greinast með blöðruhálskirtilkrabbamein. Þannig að þetta skiptir verulegu máli. En mér langar að bæta við, sem ég ætla aðeins að koma aftur að eftir, til viðbótar við þetta að þá BRCA1 genið gert óvirkt með svokallari sviperfðabælingu í að minnstakosti 10% allra brjóstakrabbameinsæxla sem að greinast á Íslandi og það mjög svipað því sem greinist annars staðar. Þetta það er sennilega aðeins meira, það nærði að vera 15%, þannig að þetta er töluverður fjöldi en þetta eitthvað sem að mikilvægt að hafa í huga, þannig að það í rauninni fleiri einstaklingar í rauninni sem að þetta snertir heldur en stökkbreytingar í BRCA2 sem eru þó tiltölulega algengar. Og þá það karlarnir að við vorum að rannsaka og Steinunn Thorlacius sem situr hann á öðrum bekk, hún var með mér að rannsaka brjóstakrabbamein í körlum og við fundum tengsl við BRCA2 svæðið í þar sem við kallum karlafjölskyldu, þar sem fleiri en einn karl með brjóstakrabbamein hafði greinst og birtum þetta 95 og fundum svo í framhalda staðsetningu gensins 5 basa úrfellingu í sýni einmitt frá karli úr þessar sömu fjölskyldu sem við gerðum þessa greiningu á fyrst. Og þessi breyting reyndist vera algeng í brjóstakrabbameinum í konum líka og fleiri krabbamein reyndar. Nú þessi mynd hérna kannski svolítið erfið, en hún þetta, ég tók dæmi hérna 2 ættartré úr þessari grein og ættartrén eru það gott að gera sér grein fyrir að þetta ekki ættartrén eins og þau eru, heldur þetta eingöngu þeir sem greinst hafa með krabbamein. Þannig að sem betur fyrir voru ekki allir í þessum fjölskyldum að greinast með sjúkdóm. En það sem ég líta hér allir þeir sem hafa greindast með brjóstakrabbamein merktir með rauðu og þeir sem greindast með blöðruhálskirtilskrabbamein með grænu. Og ef við lítum á karlana hérna í þessum fjölskyldum að þá í þessari fjölskyldu eru þeir að fá blöðruhálskirtilskrabbamein en í þessari fjölskyldu eru þeir að fá brjóstakrabbamein. Nú erum við að tala sömu stökkbreytingu sem ekki nóg með það að sama breytingin, heldur þetta breyting sem eyðileggur algjörlega genið, þar að segja að það ekkert prótein búið til af þessu stökkbreyta einteki. Þannig að þetta út af fyrir sig mjög merkilegt og mér hefur fundist þetta mjög merkilegt frá upphafi hversu breytileg sýndin á þessari stökkbreytingu Og svo líka náttúrulega komið miklu lengra með að skilgreina það alls konar munur. Það eru bæði greiningaraldur og fleira sem getur verið mismunandi milli fjölskylda. Þetta eru stór prótein, ég fannst ég verð að hafa þetta með. Þau eru svolítið merkilegir þessi prótein margum ástæðum. Og sérstaklega BRCA2 próteinið, það yfir 3400 aminosýrur fyrir þá sem hafa eitthvað áhuga á líffræði, þá þetta út af fyrir sig. Mjög merkilegt, en þau eru ólík, þau eru ekkit eins, þessi prótein eru ekki lík, en þau eiga það sameiginlegt að bindast mörgum öðrum próteinum. Og bindast í sömu tilfellum sömu próteinum sem að þá tengja í rauninni BRCA1 og BRCA2 prótein saman og þau vinna saman í ákveðnu ferlum. Nú, rannsóknir, við hefum gert mjög fjölbreytilega rannsóknir á þessu öllu saman og sérstaklega þá með hlutverk þessa BRCA2 próteins og að sjálfsögðu hef ég ekki tíma til að fjalla þetta í neinum, ég mun ekki fara í gegnum þetta neitt, ég ætla að nefna örfá dæmi það sem að við erum að fást við núna, en þetta sem sagt ekki bara viðgerðin heldur líka þarna hlutverk við frumuskiptingar, síðustu skref frumuskiptingar og svo framvegis. En ég setti hérna inn eina gamla glæru sem að fyrsta sem við birtum óstöðuleika litninga í æxlum arfbera BRCA2 stökkbreytingar.
Og það var eiginlega tilviljun að Kesara Mantavat Jónsson var nýkominn heim frá Cambridge og búinn að læra þar að mála litninga í plöntufrumum. Þannig að okkur datt í huga að það væri kannski áhugavert að skoða þetta í krabbameinsfrumum líka. Og það gerðum við og birtum þetta 98 og ég ætla nú ekki að fara í þetta hérna neinu smáatriðum en allavega að segja ykkur að þetta eru mjög óeðlilegi litningar. Nú fæ ég ekki, býttu nú við, fæ ekki hérna pointerinn til að gera neitt. Allavega, ég verið að segja ykkur að það eru allt og margir litningar hérna og þarna við gátum þá mála 2 mismunandi litninga í einu og þarna málum við rauðan litning númer 3 og grænan númer 16 og það sést vonandi hjá öllum að það er allt og mörg eintök, ættu að vera 2 af hverjum, en það eru miklu fleiri og sérstaklega af litningi númer 3. En þessi dæmi sem ég ætla að taka, og nú verð ég að vona mér takist að halda þræði, ég ætla að nefna dæmi þrenns konar verkefni sem að reyndar öll tengjast á einhvern nátt innbyrðis. Og það eru svona sameindagreiningar, það eru sviperðir og svo það litningaendar eða telómerar. Og öll þessi viðfangsefni að þau tengjast á einhvern hátt möguleikum í meðferð og þróun á nýjum meðferðarúrræðum. Og nú ég ekki að segja að við séum að finna upp hjólið þarna, en við erum að leggja eitthvað inn í þessar rannsóknir, mismikið, en reynum að gera það. Nú, mér finnst mikilvægt að nefna hérna að brjóstakrabbamein er ekki einn sjúkdómur. Það er hægt að skipta brjóstakrabbamein upp í undirhópa og það er hægt að nota mismunandi aðferðir til þess. En hérna ég að tala hvernig er hægt að skipta með einhvers konar örflögugreiningum og við erum með vantar með pointer. Það ég það ekki heldur, allavega. Það er svolítið skrítið að ég fæ ekki. Jú, hérna kemur hann, loksins. Já, ég ætlaði bara að taka eitt af mér. Þetta er örflögugreining á genatjáningu í yfir 1000 brjóstakrabbameinsæxlum og þannig þeim skipt þetta niður í 6 mismunandi flokka og hérna get ég fundið eitt dæmi gen sem er tjáning á einu geni sem er viðtæki fyrir estrogen. Estrogen hormónaviðtækin. Hérna á þessari mynd þá sjáum við það sem er tjáning er merkt rautt og það sem er ekki tjáð er grænt og við sjáum mjög mikið mun ef við fylgjum hérna estrogeni gegnum þetta að það estrogen er tjáð í öllum þessum æxlum hérna í þessum flokki en ekki hér. Og þessi æxli eru það sem við kallum luminal að gerð, það er upprunalega séð og þessi þá basal. Þannig að það er mjög mikill munur. En allavega, það sem við getum gert með svona er að tengja svona mynstur sjúkdómsframvindu og við getum líka allavega svona rökstutt að það sé líklegt að það gildi ekki eða passi ekki sama meðferð fyrir alla þessa undirhópa. Þeir eru mjög ólíkir með tilliti genatjáningar. Það er augljóslega hægt að sjá það. Og það er þá í rauninni þessi tjáningar eða óstöðuleika mynstur sem er hægt að nota til þess að skýra þetta. Nú, ef við lítum á BRCA2 æxlin sérstaklega, að þá eru þau líka hægt að skipta þeim líka í undirhópa. Þau einkennast öll af úrfellingum, falla út litlir bútar af DNA-nu í æxlisvef, en það er ekki sömu svæðin sem falla út í þessum undirhópum. Og ég ætla að sýna ykkur aðeins á næstu glæru líka, en það er líka annað sem kom mjög óvart í þessum rannsóknum á BRCA2 vegna þess að það var í rauninni svona eins konar mantra að til þess að æxli myndaðist í þessum arfberum og það þyrfti að tapast heilbrigða eintækið. Og það sem sagt kom okkur á óvart að þetta virtist ekki vera forsenda fyrir æxlismyndun. Þetta voru þá arfblendin áhrif og ég var að segja í flestum tilfellum, í 99,9 kannski,
er nóg að vera með annað eintækið en í einhverjum undantekningatilfellum er það ekki nóg og það getur verið til dæmis í brjóstavef þar sem er mjög mikil frumuskiptingar hraði og svo framvegis. En þarna sem sagt gátum við sýnt fram að það að þetta var ekki alltaf tap á villigerðinni eða heilbrigða eintakinu. En hins vegar sáum við sem var reyndar mjög mikilvægt að tapið átti sér vissulega stað en það tengdist slæmum horfum. Eftir því sem æxlin voru lengra komin eða illvígari að þá var meiri líkur á því að það væri tap á heilbrigða eintakinu. Og hérna er þetta rauninni bara það sama. Hérna er þessi skipt í tvær línur. Annars vegar er þessi sem við kalla luminal og þar koma þessi arfblendni áhrif fram. Það þarf ekki endilega að tapast þarna eintaka BRCA2 til þess að þessi æxli fara á stað. En það er ákveðin munstur á úrfellingum hér. Aftur á móti hinum sem eru basal, þessi hópur 2, að það er allt önnur svæði sem eru breytt. Og það sem við erum að tala hérna er að það, myndunarferli æxlana er ólíkt í þessum undirhópum. Og í þessum fyrri hóp hérna, þar er úrfelling á villigerðareintaki, fylgir í rauninni framvindu æxlis og tengist slæmum horfum. Þannig að það skiptir verulegu máli að geta fylgt þessu eftir, hvað er að gerast þarna í æxlinu. Nú, þessi arfblendnu áhrif sem var svona svolítið, það var mjög erfitt að fá þetta birt. Það var erfitt að fá það birt að það þyrfti ekki tap á heilbrigða eintakinu til þess að æxli myndaðist. En við fengum rauninni stuðning frá samstarfsfólki í Cambridge sem voru að rannsaka brjóstakrabbamein í músum og þau voru að rannsaka, voru með músamódel fyrir BRCA2 genið, músagenið. Og þá gátu sýnt fram á það að þurfti ekki tap þar til þess að brjóstaæxli mynduðust. Og við gátum þess vegna komið inn í þetta og við skoðum með tillit til æxlisvaxtar í brjósti í arfbærum þessar stökkbreytinga hér og það gilti það sama að það var það bil helmingur það sem var úrfellingu á villigerðinni í upphafi ferilsins og aftur á móti helming sem það þurftist ekki þurfa til. Og þetta við gerum þessa vinnu í samvinnu líka við Rannsóknastofu Háskólans í meinafræði Jón Guðlaug Jónasson. Þá ætla ég aðeins að nefna þessar sviperfðir sem ég nefndi þarna á glærunum hvaða breytingar væru í BRCA-genum á Íslandi. Þetta eru eiginleikar sem erfast en orsakast ekki af breytingum á DNA-keðjunni og basaröðinni í DNA-keðjunni eins og stökkbreytingar eru breytingar á keðjunni. Þannig að þetta eru breytingar og það er þetta mynstur, sviperða mynstur sem að erfist frá móðurfrumu til dótturfrumu og það er löngu búið að sýna fram á það og þetta tengist líka þroskun og sérhæfingu, vefjasérhæfingu. En það er hægt að sýna fram á það núna að þetta erfist líka frá foreldri til barns. Þannig að þannig erum við með eitthvað mynstur sem erfast. Einfaldasta formið af þessu er að það hengtir metilhópar á svokallaðar CpG-raðir, raðir í DNA-keðjunni og það er hægt að staðhæfa að það eru mjög miklar breytingar sem verða á þessu sviperðamynstri við krabbameinsmyndun. Í raun er það mestu breytingarnir sem við getum skilgreint. Það verða alltaf miklar breytingar á sviperðamynstrinu við krabbameinsmyndun. Og þetta er mjög mikilvægt með tillit genastjórnunar og kannski genastjórn eitthvað sem ég þyrfti að tala meira en það er rauninni þarna er lykillinn að því. Þetta er gífurlega mikilvægt með tilliti til þess hvernig frumurnar hegða sér, hvað það er að gera. Nú, ég tók þetta dæmi þannig áðan að tjáning á BRCA1 geninu væri bæld með svona metileringu og þetta væri yfir 10% allra brjóstakrabbameins. Þetta er bara dæmi. Hormónaviðtækin, estrógenhormónaviðtækin er líka annað gen sem er mjög mikilvægt og er stýrt með metileringu.
og það eru mikla rannsóknir í gangi á því og mörgum fleiri genum og líka hvernig þessu kerfi stjórnað. Það arfgengt. Þannig að þetta svona mjög flókin vefur í rauninni sem ég að reyna að lýsa. Hérna grein sem var hluti af doktorsverkefni Ólafs Andra Stefánssonar og hann var að skoða þetta bara almennt í brjóstaæxlum og í rauninni það sem hann sýndi að það væri hægt ef að brjóstaæxli væri flokkuð með tilliti til þessarar metileringar og genatjáningar og það voru ákveðin gen sem við höfum sérstakann áhuga á að þá sýndi það að það væri stærri hluti brjóstakrabbameins æxla sem að væru BRCA lík, það að segja þau höfðu eiginleika svipuð þeim sem eru með stökkbreytingar. Þannig að þetta stækkaði þennan hóp, þennan BRCA hóp töluvert og hann virðist vera að stækka meira og meira reyndar. En þetta, sem þannig erum við með einhver æxli sem haga sér eins og stökkbreyttu að allavega hluta til. Og þá langar mig að tala þetta stóra verkefni, Human Cancer Genome Project. Og þetta það ekki tilviljun ég setja þetta hér inn í þessa yfirferð hjá mér. En þetta verkefni miðar að því að skilgreina öll helstu krabbamein í mönnum. Og þetta alþjóðlegt, það sem víða veröld sem unnið að þessu og verkefninu er stýrt frá Cambridge í Sanger Center og þar sem reyndar brjóstakrabbameins rannsóknar fara líka fram og við tökum ásamt Jóni Gunnlaugi og samstarfsfólki á rannsóknstofu meinafræði þátt í þessu verkefni og þetta mjög spennandi og ótrúlega margt sem að koma út úr þessu verkefni og reyndar nokkrar greinar þegar og það nefn hérna 2 þar sem að við fáum allt í einu, þetta eins og opna glugga. Við getum skoðað okkar sér og við getum speglað okkur á því sem gerist í heiminum vítt og breytt. Og það kemur í ljós til dæmis mjög mikill óstöðuleiki í hluta krabbameinsæxla en þau mismunandi, það mismunandi mynstur, breytingamynstur í æxlisvef og svo framvegis. En ástæðan fyrir því ég setja það hér það að þeir staðfestu í rauninni þetta sem að bæði við og fleiri höfðu sagt að það væri stærri hópur sem væri með BRCA lík einkenni heldur arfberarnir eingöngu. Þannig að nú það bara búið að aðgreina þetta allt í mjög stóru þýði þannig að það svona í rauninni segir að við höfum ekki alveg verið á villigötum. Nú meðferð í framhald af þessu og reyndar samferða þessu að þá hefur orðið aukin áhugi á því að þróa meðferð sem beinist að göllum í nákvæmri viðgerð tvíþáttabrotum sem var nákvæmlega það sem einkenndi BRCA2 æxli og það náttúrulega hægt að tala þetta í lengd og breidd en allavega þetta svona það má segja að það svo margvíslegar niðurstöður sem hafa komið úr ýmsum áttum sem hafa stutt það að það væri áhugavert að gera þetta og hvernig gætum við gert það. Og það margar tillögur, enginn með allt með svar, lokasvar, en við höfum aðskoðað PARP-hindra og PARP polyadipyrribosapólymerasi og það ensím sem það eitt af ensímunum sem sérum að gera við brot á öðrum þætti DNA-helixins. Svo kallað einþáttabrót, gerum við einþáttabrót. Og hugmyndi hér að gera rannsóknir sem hafa verið kallað synthetic lethality, nýta synthetic lethality, nýta sér galla sem í krabbameinsfrumunum sem maður ætlar að meðhöndla. Þetta ensím, það hægt að hindra virkni þessi PARP-ensíms og nota PARP-hindra og ef það gert í eðlilegri frumu að þá í sjálfu sér
hefur það ekki mikil áhrif. Það eykur brotafjölda, sem sagt eykur álagið, en frumurnar geta alveg séð það ef þær eru með virkt viðgerðarkerfi fyrir tvíþáttabrot. Hins vegar í frumum sem eru með galla í viðgerð tvíþáttabrotum og förum þá að meðhöndla með parphindra, þar að segja komið veg fyrir viðgerð á þessum einfaldari skemmdum, að þá þolir fruman það ekki. Það veldur frumu dauða. Þannig að þetta sem sagt samhæf virkni til þess að drepa frumur alveg akkurat á einni tegund. Og við myndum þá að segja að þau æxli sem eru verst af þessum sem við þekkjum, að það væri, sem hafa þá tapað villigerðarinntakinu, að þetta væri meðferð sem myndi henta þar. Nú, það mjög mikla rannsóknir í gangi og það hafa komið svona jákvæðir toppar og neikvæðir dalir í það, hvað kemur út úr þessu, hvað getum við gert og svo framvegis. Og það þarna fjöldi parphindra sem hefur verið prófaður og þeir hafa mismunandi eiginleika og svona. Við höfum notað þennan Olaparib hérna. Það bæði menn að reyna að prófa þessi lyf ein og sér, en svo líka með öðrum tegundum, svona þekktum krabbameinslyfjum. Og það kannski, eins og ég var að segja áðan, að það kannski eitt sem skiptir verulega miklu máli að geta dregið úr aukaverkunum, og þá hefur verið með eitthvað svona sértækt, að það væri hugsanlegt að draga, þó við þyrstum að nota eitthvað annað með, þá getum við dregið úr magni á þessum sem hafa mestar aukaverkanir. Þá það síðasta sem ég ætla að tala ég sé að sumir orðnir svolítið bara, já, hvað ætlar hún að segja meir? En okkur finnst þetta gífurlega spennandi. Það síðasta, ég vil ekki sleppa því, vegna þess að við erum að rannsaka þessa telómera, litningaendana. Og ég svona aðeins fært þetta til, en hérna mynd, þetta er sérst grein sem að Sigríður Klara Böðvarsdóttir er fyrsta höfundur af, en það sem hún á heiðurinn af þessari mynd hérna af litningum og telómerum. Við sjáum hérna, þetta er mynd af litningum sem eru tilbúinir í skiptingu, og þeir ætti að vera með 1 þráðþátt hver og 2 merki af rauðu á endanum sem eru þá telómeraðir, en þessir eru orðnir mjög skrýtnir og eru með þessum með 3 þráðhöft, hérna er annað með 2, og þeir hafa líka tapað telómerröðunum hann á milli, þannig að það er eitthvað sem hefur farið verulega úrskeiðis, og þetta er bara úr æxli, ómeðhöndluðu æxli, sem er með þessa stökkbreytingu, þannig að þetta eru dálítið sérkennileg áhrif. Þetta bara aðeins að skýra, þetta eru ákveðna raðir sem eru á endanum á öllum litningunum í okkur, og þessar raðir eru bundnar mjög sérhæfum próteinum og sem að verja endan á litningunum. Litningarnir eru svolítið svona, bakteríur eru betur settar með hringlaga litning, en við erum sem sagt með þráðlaga litning. Og í rauninni það er endan, það er mjög mikilvægt að þessi frágangur á endanum, það er svona lykkja á endanum sem bundin þessum próteinum, en það sem er merkilegt að telómerarnir, þessar endaræðir, það styttast við hverja frumuskiptingu. Þannig að hver líkamsfruma þolir ekki nema ákveðin fjölda af skiptingum, og þá kemur til svona endaeyðingar, og þá getur þessi lykkja ekki myndast og próteinin ekki bundist, og það er sem sagt einn vandi. En þá höfum við hérna, þetta er mjög gömul og mjög einföldu mynd, ég ákvað að taka hana. Fruman getur, ef svona komið, hún getur ekki búið til lykkjuna, þá getur hún farið í það sem kallum stýrðan frumudauða, eða hún getur hreinlega farið í öldrun. Nú, eða þá að þetta leiðir til óstöðuleika, eins og var sýnt þarna á myndinni áðan, og þetta getur tengst við krabbameinsmyndun. Þannig að við erum þarna með ýmsa möguleika, og þetta er auðvitað mjög mikil skemmriskýrna á að skýra þetta, en við erum sem sagt með margs konar rannsóknir á þessu í gangi núna, og við erum að skoða þetta bæði í blóðfrumum, við erum að skoða þetta í frumulínum, við erum að skoða þetta í æxlisvef og eðlilegum vef og ýmsa samsetningar, og reyna að nýta þær upplýsingar sem við fáum út úr þessum rannsóknum til þess að bæði geta, það er hægt að auka fosfórgildi, það er hægt að skilgreina betur hvernig æxlin myndast og hvað er það nákvæmlega.
við getum horft á það þannig að telómerarnir, að þeir séu svona einhvers konar eftirlitsþáttur sem sér að skipulag í frumunni sé eðlilegt. Og þess vegna eru þeir mjög mikilvægir. Þannig að við þolum ekki mikil brengl þarna á þessum ágætu telómerum. Og við erum að vinna þetta í samstarfi við Elizabeth Blackburn sem kom hingað og reyndar fékk Nóbelsverðlaun fyrir rannsóknir sínar á telómerum. Þannig að við skulum vona að koma eitthvað vitrænt út úr þessu. En svo hérna myndir af bara örfám af þeim sem að koma að þessu og ég ætla að nefna allavega Sigríði Klöru, doktor Sigríði Kláru Böðvarsdóttur sem að reyndar varði sína doktorsritgerð í verkefnum telómera og svo það Ólafur Andri Stefánsson sem okkar sérfræðingur svipberðir. Svo hérna doktorsnemandir, Sigríður Þóra Reynisdóttir sem að skoða hér smá RNA-sameindir og hlutverk þeirra og svo hérna Birna Þorvaldsdóttir sem að rannsaka telómera og að gera einhverjar flottar myndir í Kaliforníu núna hjá Elizabeth Blackburn. Þannig að þau eru ættu að nefna þau og það vantar líka marga þarna myndina og myndirnar. Og samstarfslistin líka engan veginn tæmandi, það bara örfáir af þeim sem ætti að vera þarna og ég sá nú hérna bara aðalmanneskjan aðalsamstarfsmanneskja mín til áratug ekki á listanum, þannig að ég veit ekki hvort hún tala við mig eftir, en þetta var bara þessir sem voru að vinna þessu verkefni og svo framvegis, en Helga Ögmundsdóttir hefur náttúrulega starfað með mér mörg ár og við höfum marga sopið fjöruna, við getum svo að orðið komist, en allavega það sagt, mjög mikilvægt náttúrulega fyrir okkur, við þurfum samstarf við spítalan, við lækna og starfsfólk spítalans, að það auðvitað algjör forsenda fyrir svona rannsóknum og við þurfum líka samstarf við Krabbameinsskrá og það náttúrulega byrjuðum við í mjög nánu samstarfi við Krabbameinsskrá og það samstarf hefur haldist. Þannig að það eru miklu fleiri sem ætti að nefna þarna. Og svo erum við náttúrulega í samstarfi út á suður og þetta líka engan veginn tæmandi, þetta svona kannski þeir sem að hafa við erum mest í samstarfi við. Við getum sagt að ég hef nefnt eitthvað sem tengist flestum sem eru hér, nema kannski ekki talað mikið samstarfi við Rósíl sem þá sérstaklega blöðruhálskirtils krabbameinsverkefni sem tengjast henni. Þá þetta bara, ég segja bara takk fyrir og ég vona eitthvað að þessu hafi komist til skila allavega.